fyrirlestrar í nýrri fundaröð Háskóla Íslands sem ber yfirskriftina Háskólinn og samfélagið. Markmiðið með fundaröðinni að fjalla viðfangsefni sem eru áberandi í samfélagsumræðunni og þannig framfylgja einu lykil stefi HÍ21, stefnu Háskóla Íslands 2016 til 2021. Öflugur háskóli, farsælt samfélag eru einkunnarorð hennar. Heiti fyrstu lotu fundarraðarinnar best fyrir börnin, þar sem kastljósinu beint að velferð barna og ungmenna. Við höfum haft 2 glæsilega fyrirlestra í þessari fyrirlestraröð og hér eru fyrirlestrararnir og ég þakka ykkur kærlega fyrir það. Núna á undanförnum 2 mánuðum og í dag 3. fyrirlesturinn. Í allt verða fyrirlestrarnir 6 á þessu vormisseri og verður í þeim fjallað ótal þætti sem varða börn og ungmenni, svo sem andlega líðan, hreyfingu, svefn, hugmyndir útlit, læsi, mataræði og svefn og félagsleg samskipti. Markmiðið með fyrirlestrunum að dýpka skilning okkar á mikilvægum samfélagsþáttum, samfélagslegum málefnum og leita lausna til að styðja fjölskyldur og samfélag í að tryggja velferð barna og ungmenna. Á fyrirlestrunum stefnt saman framúrskarandi rannsakendum úr Háskóla Íslands og fagfólki víða að úr samfélaginu sem allt á það sameiginlegt að vinna með börnum og ungmennum. Fyrirlesar okkar í dag Andri Steinþór Björnsson, prófessor við Sálfræðideild Háskóla Íslands. Nefnist erindi hans af hverju skiptir útlit máli, áhrif hugsana eigið útlit á líðan ungmenna. Andri Steinþór leitast við að varpa ljósi á það af hverju útlit skiptir okkur máli og hvenær sú áhersla verður að sálrænum vanda á borði átraskanir og líkamsskynjunar röskun. Í fyrirlestrunum mun Andri Steinþór sérstaklega beina sjónum að unglingsárunum. Að loknum fyrirlestrunum gefst tækifæri til að spyrja Andra Steinþór spurninga og eins og í öllum fyrirlestrunum í þessari fundarröð fyrirlestrunum streymt og upptaka verður síðan í boði á hi.is undir þeim lið sem best fyrir börnin og síðan háskólinn og samfélagið. Þannig allir geti nýtt sér að skoða betur þessa upptöku þegar fyrirlestrinum lokið. Andri Steinþór Björnsson lauk doktorsprófi í klínískri sálfræði frá Háskólanum í Colorado árið 2009 eftir að hafa lokið kandídatsári í klínískri sálfræði frá McLean spítala og Harvard háskóla árið 2009 og 2 ára nýdoktoranámi frá Brown University í Bandaríkjunum hóf hann störf sem lektor við Sálfræðideild Háskóla Íslands árið 2011. Hefur hann verið prófessor við deildina frá 2016. Andri Steinþór starfar samhliða störfum sínu við Háskóla Íslands sem sálfræðingur við sálfræðistöðina og á því auðvelt með að flétta saman því nýjasta í rannsóknum við dagleg störf sálfræðinga og annarra sem vinna með börnum og ungmennum og veita hagnýt ráð sem geta nýst foreldrum og fagfólki. Andri Steinþór hefur í rannsóknum sínum og klínískum störfum einkum sérhæft sig í líkamsskynjunar röskun og félagsfælni og þætti áfalla í sálrænum vanda. Andri Steinþór, ég bara býð þig innilega velkominn og hlakka til að hlusta á þig og síðan ræðum við málin hérna á eftir. Takk fyrir. Þakkaði fyrir þennan inngang, Jón Atli. Velkomin öll sömul. Magnað að sjá ykkur hérna svona mörg. Mig langar að biðja ykkur að svara einni spurningu fyrir mig. Eru þið til í það? Skiptir útlit ykkur máli? Já, má ég sjá hendur. Ykkar eigið útlit? Útlit annara? Ok. Ekki jafn mikið. Ok. Þannig að flestir rétt upp hönd. Og ég, kona mín Katrín sem situr hérna á fyrsta bekk, hún getur vottað það að ég keypti þessi jakkaföt fyrir þetta tilefni og var mjög lengi áðan í speglinum að sjá til þess að hárið væri alveg rétt og svona. Hvernig finnst ykkur hafa tekist til? Ok, sumir eru kinka kolli, aðrir hrista höfuðið. Og það kannski næsti punktur hjá mér þessi að
skilaboðin frá umhverfinu eru stundum þau að þetta eigi ekki að skipta okkur máli. Kannist þið við þetta? Þannig að orð sem kom upp í hugan og kannski flug í gegnum ykkar huga áðan þegar ég fór að spyrja ykkur hvernig ég liti út var kannski hégómagjarn, yfirborðskendur, jafnvel. Sumir að kinka kolli núna, aðrir hrista höfuðið. Þannig að skilaboðin eru oft neikvæð þegar kemur að útliti og að þetta skipta okkur máli. En líka, og þetta er líka svolítið ruglingslegt, þá fáum við kannski enn sterkari skilaboð frá umhverfinu það að útlit skipti máli. Og það eru svona myndir sem við sjáum oft af fallegu fólki sem að gengur vel og við tengjum saman árangur í lífinu og útlit. Kannist þið þetta? Ok, fólk er með í þessu. Og rannsóknir sýna að fallegt fólk, mér er aldrei boðið að vera með í þessum rannsóknum, það fær betri þjónustu, það fær frekar aðstoð en ljótt fólk. Sjáðu þetta ekki aðeins fyrir ykkur, þið komið að bíl í snjóskafli. Út úr bílnum stígur ljót manneskja. Og þið eru svona, á ég íta? Eða ekki? Þið veitir. Þannig en þetta hefur komið ítrekað fram í rannsóknum. Það fær frekar vinnu, fær frekar maka, er líklega að geta sannfært aðra eitthvað. Og það sem er kannski enn merkilegra að fallegt fólk er talið vera hæfara, greindara og skemmtilegra en annað fólk. Þannig að hvaðan kemur þetta? Kemur þetta úr menningunni, úr sögunni, fjölmiðlum, glanstímaritum eins og þessum þarna, það sem að koma fram mjög svona skýr viðmið hvað telst fallegt og hvað ekki. Og við vitum að getur haft mjög mikil áhrif. Samskiptamiðlum sem er svona nýjasta form slíkrar menningar og ég held að svarið sé já við öllum þessum spurningum. En ræturnar held ég liggi mun dýpra en það, alveg aftur í þróunar söguna. Við erum einfaldlega ein af þessum tegundum sem að velur sér maka út frá útliti meðal annars. Og í þróunarlíffræði er þetta kallað kynval eða sexual selection. Og þá geta einkennilegi hluti gerst. Eins og páfuglar, stélpáfugla. Þannig að þetta er svo sterkur mekanismi í náttúrulegu vali að dýr breytast í eitthvað svona fyrirbæri sem er ótrúlega fallegt en líka getur vakið athygli rándýra. Þannig að þetta getur tekist á. Og við erum ein af þessum tegundum sem að veljum okkur maka út frá útliti. En við erum líka það sem Aristóteles kallaði einu sinni félagslegt dýr. Við höfum alltaf verið í hópum og við leitum til hópsins hverju sinni til þess að skilgreina stöðu okkar og samþykki af þessum hóp er nauðsynlegt fyrir aðgang að maka, að fæðu og að öryggi. Og það er mjög innbyggt í okkur að hræðast það að vera dæmdur af hópnum. Og ég held að þessi skilningur, þessi þróunarfræðilegi skilningur sé mjög mikilvægur til að skilja meðal annars áföll sem er eitt rannsóknarsvið sem ég og aðrir hafa mikinn áhuga á. Og áföll skipta miklu máli í þessu samhengi þegar kemur að til dæmis áhyggjum á útliti en hafa verið tiltölulega þröngt skilgreint fram að þessu út frá ógnun við líf eins og til dæmis að lenda í líkamsárás eða snjóflóði eða eitthvað slíkt sem getur valdið til dæmis áfallastreitu einkennum og fleiru, haft mikilvæg áhrif. En það eru líka til áföll sem við höfum kallað félagsleg áföll sem er það að vera hafnað eða vera niðurlægður af hópnum í einhverju skilningi. Að upplifa að maður sé ekki hluti af hópnum, að maður standi fyrir utan. Og þegar fólk lendir í þessu, og dæmi þetta er einelti til dæmis, þá getur það greifst í vitund barns eða unglings að það sé eitthvað við það sjálft sem er ekki í lagi. Og það getur fylgt í alveg fram á efri ár ef ekki er gripið inn í. Og ég má til með að nefna að þessar mundir stendur yfir mjög metnaðarfull rannsókn sem að
Unnur Anna Valdimarsdóttir og Arna Hauksdóttir, prófessorar sem sita hér á fremsta bekk. Viljið þið standa upp kannski? Ekki til í það, nei. Allt í lagi. Standa að á samt öðru samstarfsfólki. Ég er svo heppinn að hafa fengið að taka þátt í þessari rannsókn. Og þarna er verið að bjóða heila kvenþjóð. Allar íslenskar konur 18 ára eldri að taka þátt. Hvort sem þær hafa áfallasögu eða ekki. Og ég vil nota tækifærið og hvetja ykkur allar til að taka þátt í þessari rannsókn sem hægt að gera með að fara inn á þessa vefsíðu áfallasaga.is og hérna margar ykkar hafa fengið SMS á síðustu dögum. Ekki satt? Okay. Þannig að niðurstaðan er svo að áhyggjur af útliti eru eðlilegar. Jafn eðlilegar og löngun í mat eða eitthvað slíkt. En þær geta gengið of langt. Og páfuglar eru augljóslega komnir út í eitthvað algjört rugl. En börn og unglingar, við erum eina af þessum dýrategundum. Þannig að börn og unglingar fá mjög sterk skilaboð oft frá umhverfinu, frá jafnöldrum, frá foreldrum, úr þessum glanstímaritum, vefmiðlum, samskiptamiðlum og svo framvegis, að til þess að vera í lagi, til þess að vera metin af verðlaukum, þá þurfum við að vera falleg. Og það geta verið mjög áhrifamikil skilaboð. Það sem börn og unglingar hafa ekki endilega þroskan til að setja þessi skilaboð í samhengi. Og það verður oft til þess að börn og unglingar fara að leggja meiri og mjög mikla áherslu á útlit. Og þá skapast stundum það sem kallast líkamsímyndar vandi. Líkamsímynd er einfaldlega svo mynd sem við höfum af okkar líkama, hvert okkar. Þannig ef ég loka augun núna, kalla fram myndina mínu líkama og reynir síðan að þröngva þeirri mynd úr hugarskotinu aftur fljótlega. Þannig að það er svona fögur þessi sýn sem kemur fram. Bara aðeins að jafna mig hérna. Þannig að þessi mynd sem við höfum hvert okkar af eigin líkama, hún getur verið brengluð. Og það er dálítið merkilegt að pæli því, ekki satt. Við höfum kannski flest alist upp við það að treysta okkar eigin skynfærum, ekki satt, trúa því sem við sjáum með berum augum, en sannleikurinn er sá að við erum ekki milliliðalausu sambandi við okkar eigin líkama. Og við getum ekki endilega treyst því sem við sjáum í speglinum. Það slær þögn á hópinn yfir þessum fréttum, eins og þið sjáuð á þessari mynd. Og þá getur stundum þróast geðraskanir sem einkennast af ímyndarvanda. Og það eru til dæmis átraskanir eins og lystarstol og lotugræðgi og röskun sem er svona minna þekkt meðal almennings en ótrúlega algeng og hefur oft mikil áhrif á líf fólks. Og það er svokölluð líkamsskynjunar röskun, ekki þjálasta orð í heimi. Erfitt að segja það þegar maður er í glasi, ég hef smá reynslu af því. Og ég ætla að fjalla aðeins Ég vann, sem sagt, eins og Jón Atli sagði áðan, sem 2 ár við Brown háskóla, þar sem að ég vann í klíník og rannsóknarsetri, sem var fyrsta klíníkin í heiminum sem sérhæfði sig í þessari röskun. Og þetta er sem sagt fólk sem upplifir einn eða fleiri líkamshluta sem ljótan eða jafnvel afskræmdan. Þannig að líkamsímyndin er þannig, allavega þessa tilteknu líkamshluta, en í raun og veru lítur þetta fólk eðlilega út. Til þess að greinast með þessa röskun, þá þarf maður að hugsa þetta svona það bil 1 klukkustund á dag, þar sem fólk með áleitnar hugsanir þessa líkamshluta og hvernig þeir líta út. Og fólk þarf að bregðast við hugsunum með einhverjum hætti. Algengustu dæmin eru að horfa í spegil tímunum saman, fela líkamslítinn með einhverjum hætti, til dæmis farða eða hreinlega halda fyrir. Til dæmis kemur upp í hugan einn skjólstæðingur sem hélt mjög oft nefið og þess vegna dró hann mjög mikla athygli að nefinu sem var einmitt ekki það sem hann ætlaði að gera. Þannig að fólk felur þetta með farða, það sífellt kannski að leita að upplýsingum
lítaaðgerðir og vörur sem að fólk vill kaupa til þess að reyna að lappa upp á útlitið. Þetta hefur í för með sér oft mjög mikla vanlíðan og fólk lýsir þessu mjög oft með mjög sterkum og áhrifamiklum hætti, þannig að það upplifir það eins og það sé sífellt verið að pína það með þessum hugsunum. Þetta getur haft mikil áhrif á líf fólks. Ungt fólk til dæmis hættir oft í skóla út af þessum áhyggjum og í tveimur svona stærstu rannsóknunum sem voru gerðar á þessu rannsóknarsetri sem ég var á fólki með líkamsskynjunarröskun, þá kom í ljós að 30% af þessu fólki sem greindist með þessa röskun hafði átt að minnst eina viku á ævinni þar sem það hafði ekki farið út úr húsi á ótta við að vera dæmt af öðru fólki fyrir það hvernig það taldi sig lítið út. Þannig að þetta hefur mjög mikil áhrif og sjálfsvígshætta er oft mjög mikil í þessari röskun. Og einhver svo allra mesta sem að þekkt er með við aðrar geðraskanir eins og geðrofsraskanir og fleira. Hvað myndið þið halda að væru algengustu líkamshlutarnir? Það ættu að giska. Nef, það er í 3. sæti. Eyru kemst ekki á topp 3 listan, en góð tillaga. Hár, öðru sæti, og í 1. sæti er húð, 65%. Húð er auðvitað stærsta líffæri líkamans og það getur verið hvar sem er á líkamannum en algengast er að þetta sé í andliti. Og það getur verið ýmislegt. Það geta verið einhvers konar litabreytingar sem fólk sér þegar það horfir á sína líkamsímynd en er ekki til staðar, bólur og alls konar sem fólk upplifir. Öðru sæti er hár, eins og einhver stakk upp á, og það er, hvað er það við hár? Þetta er einn af þessum líkamshlutum sem að ég hef átt svolítið erfitt með að ná utanum. En yfirleitt er það sem fólk segir er að það er eitthvað við hárið sem lítur ekki rétt út. Hvað sem það nú hefur í huga. Það ætti að vera sléttara, það ætti að vera krullaðara, það ætti að vera að það lítur út fyrir að vera skítugt en þótt fólk sé búið að þvoða tímanum saman og svo framvegis. Og í 3. sæti nef. En það getur verið hvaða líkamshlutur sem er. Og Katharine Phillips, þessi kona sem ég vann hjá sem hefur hitt mörg þúsund skjólstæðinga með líkamskynjunarröskun, hún heldur svona töflu, hún er ein af þeim típum sem er með töflu sem hún hefur haldið utan alla líkamshluta sem hún hefur fundið og það eru allir komnir síðast í vissi. Þannig að það getur verið hvað sem er en þarna eru ýmsir algengir eins og fótleggir, augu, munnur, tennur og líkamsfita. Þannig að það eru alls konar þættir eins og til dæmis tennur og hár. Þannig að hárgreiðslufólk til dæmis þarf að vita af þessari röskun. Einn skjólstæðingur minn kom ekki í viðtal eina vikuna með að því hún hafi farið í hárgreiðslu þar sem hún upplifði sig eins og hún hefði verið bara afskræmd á eftir og lýsti mjög mikilli reiði í garð þessarar hárgreiðslukonu sem að vissi örugglega ekki hvaðan á sig stóð veðrið. Þannig að ýmsir líkamshlutar, allir líkamshlutar koma til greina. Ég sagði áðan að þetta væri líkamsímyndarvandi, ekki satt. Og eitt sem að sýnir það mjög skýrt er að þegar maður biður fólk og maður gerir þetta oft í meðferð með þennan skjólstæðingahóp að þá biður maður það að teikna á sér sjálfsmynd í upphafi meðferðar. Og maður getur haft það til marks árangur meðferðarinnar hvort að sjálfsmyndin breytist frá upphafi meðferðar til loka meðferðar. Og þarna sjáu þið, ég held að þetta séu 12 eða 13 atriði sem viðkomandi sá bara í andlitinu að væru athugaverðir eða afskræmdir. Hárlínan komin hann eitthvað langt aftur, mjög stórt enni, ljót augu, afskræmt nef, alls konar hlutir sem hún er að sjá í húðinni, svartir dílar og svo framvegis sem ekki voru til staðar, hár, fellingar í húðinni og svona mætti áfram telja. Og hér er myndin að lokinni meðferð. Sjáðu breytinguna. Þarna getur maður haft til marks þó að útlit manneskjunnar raunverulega hafi örugglega ekki breyst á þessum tíma, þá hefur myndin, líkamsímyndin breyst og það hefur maður til marks það að maður nái árangri í meðferð. Við gerðum rannsókn á upphafi líkamsskynjunarröskunar þegar að fólk telur að áhyggjur af útliti sem að við vitum eru eðlilegar verða að vanda.
og þannig að fólk nái þessum skilmerkjum sem að við ræddi áðan. Og í þessum 2 stóru úrtökum, annað úrtakið var fólk sem var að koma í langtíma rannsókn á líkamskynjunarröskun. Hitt úrtakið var að leita sér meðferðar í þessari klínik. Þá kom í rauninni nákvæmlega sömu niðurstöðu fram. Í báðum úrtökum nákvæmlega sama meðaltalið, 16,7 ár. Algengasti aldurinn 12 ár. Þannig að við vitum að þessi röskun verður til yfirleitt á barnsaldri en alveg sérstaklega á unglingsárum, sem kemur kannski ekki á óvart. Þegar líkaminn að taka mjög miklum breytingum, sjálfið að þróast og þroskast mjög mikið, fólk að aðgreina sig frá foreldrum sínum og bera sig saman mjög mikið við jafnaldra. Þegar að rannsóknir hófust svona fyrir alvöru á þessari röskun fyrir 30 árum síðan, þá var talið að þetta væri kannski brotabrot af prósenti sem að upplifðu þessa röskun og voru mjög miklar efasemdir að þetta væri raunveruleg geðröskun. Og nú vitum við að bestu faraldsfræðilegu rannsóknir sem því miður hafa bara verið gerðar í vestrænu samfélagi, okkur skortir rannsóknir í öðrum samfélögum. Bestu rannsóknir benda til þess, þetta vegið meðaltal, með öðrum orðum samsetning á mörgum rannsóknum. Meðaltalana úr mismunandi rannsóknum benda til að þetta sé tæplega 2% af fólki myndi greinast með þessa röskun, sem líklega vanmat, því að fólk ekki endilega líklegt til þess að viðurkenna það hafi þessar áhyggjur þegar að spyrill hringir í fólk og eins og þessar rannsóknir eru yfirleitt gerðar. Á Íslandi höfum við nýlokið rannsókn og Hrefna Harðardóttir sem hér á fremsta bekk sáum þá rannsókn undir handleiðslu okkar Örnu Hauksdóttur. Ég sagði þér ég myndi tala þig. Og þar komu fram frumrannsókn, tiltölulega lítið úrtak en samt nokkuð stórt, sem að benda til að 3% af Íslending greinist líklega með þessa röskun, sem eru ótrúlega háar tölur og miklu algengara en aðrar geðraskanir sem fá oft miklu meiri athygli. Svo eru í nemendaúrtaki, háskólaúrtaki þetta algengi orðið hærra, yfir 3%. Mismunandi geðdeildum þetta komið yfir 7% yfirleitt, sem ótrúlega há tala og fólk yfirleitt ekki greint með. En svo á stofum geðlækna og sálfræðingar þetta komið upp í 6%, en hæstu tölunar, og takið eftir þessu, eru hjá húðlæknum og lítalæknum. Þar þetta komið upp í 11–13%. Og þetta skiljanlegt ef þið hugsa út í það. Fólk með líkamskynjunarröskun, það lítur yfirleitt ekki svo á að það sé með geðröskun. Það sé einfaldlega ljótt. Og það var það sem að fólk sagði mér þegar ég var að greina fólk með þennan vanda, að það sem það óttaðist mest að myndi gerast í lok viðtalsins væri að ég segði þeim, nei, svona líður manni þegar maður ljótur. Að það væri, sem sagt, já, og það var raunverulegur ótti sem fólk hafði. Þannig að fólk leitar ekki endilega til sálfræðinga og þess vegna mikilvægt að fólk viti af því að þetta raunveruleg geðröskun sem ótrúlega algeng, því að húðlækningar og lítalækningar ekki leiðin til þess að veita meðferð við þessari röskun. Því að fólki samkvæmt skilgreiningu ekki með raunveruleg líkamslíti í fyrsta lagi, og svo í öðru lagi þá þetta sálrænn vandi. Og fólk sem að fer í lítaaðgerðir til dæmis, það bætir yfirleitt ekki ástandið og því miður það oft líður því verr á eftir. Meðferði líkamskynjunarröskun, eins og ég sagði, svona rannsóknir á líkamskynjunarröskun hafa verið gerðar í svona 30 ár og meðferð svona skemmra á veg komin en við öðrum geðröskunum sem hafa verið rannsakað miklu lengur. En það hefur verið gerð sérstaklega hugræn atferlismeðferð við líkamskynjunarröskun sem hefur sýnt góðan árangur. Þannig að flestir sem að leita sér meðferðar sem sniðin sérstaklega að líkamskynjunarröskun og haldast í meðferðinni, þeir ná yfirleitt góðum árangri. Það hefur einnig verið gerð árangursmat á lyfjameðferð og það eru sérstaklega svokölluð þunglyndislyf, SSRI-lyf, sem að sýna árangur sérstaklega við eru veitt í hærri skömmtum en við þunglyndi.
Það sem ég vil leggja áherslu á að þegar að vandinn orðinn alvarlegur, þá mjög mikilvægt að það séu fagfólk vinni saman. Þetta á auðvitað alltaf við, en kannski alveg sérstaklega með þessa röskun að til dæmis geðlæknar og sálfræðingar vinni saman, en líka aðrar fagstéttir, því að það þarf þorp til þess að takast á við þennan vanda þegar hann orðinn alvarlegur. Ég stundu spurður það hvað af foreldrum til dæmis, hvað á maður að hafa til marks að barnið mann sé að þróa með sér svona vanda eins og líkamsskynjunarröskun Og það getur verið ýmislegt og sumt af þessum merkjum getur auðvitað verið dæmi annars konar vanda eins og þunglindi og fleiri raskanir. En svona fyrsta sem ég held að sé mikilvægt að hafa í huga hvort það verði einhver breyting á barninu, hvort að þið takið eftir að það verði svona breyting á líðan barnsins, það verði aukin vanlíðan, virkni breytist mikið, minni virkni, börn ekki að taka þátt í tómstundum, vilja síður hitta vini sína og svo framvegis, og þeir takið eftir að það orðið upptekið af útlitsþáttum. Kannski það að tala það við ykkur eða þið takið eftir því að barnið farið að loka sig inn á klósetti tímunum saman. Þau ykkar sem eigið unglinga vitið kannski að getur verið eðlileg hegðun á unglingsaldri, en þetta getur verið vísbending að eitthvað svona sé að þróast. Það geta líka verið ranghugmyndir að aðrir séu að taka sérstaklega eftir manni, sem mjög algeng hjá fólki, sérstaklega unglingum með þessa röskun, og svo hlutir eins og að forðast félagslegar aðstæður, að félagskvíði sé orðinn talsvert sterkur. Og svo getur þunglindið þetta verið aðgreint vandamál, en það þróast oft í kjölfarið á líkamsskynjunarröskun og þeirri einangrun og skömm sem að fólk oft upplifir sem að hefur þessa röskun. Og fólk eins og börn og unglingar, þau fara ofta að misnota lyf og áfengi bara hreinlega til þess að reyna að draga úr þeirri vanlíðan sem það upplifir. Þannig að þetta eru ákveðin merki. Ég var beðin af Steinunni og Jóni Erni og Jóni Atla sem hafa verið að sjá þessa röð af fyrirlesturum að koma eitthvað góð ráð til foreldra og forráðamanna. Og auðvitað ætti ég að gefa ykkur mín góð ráð, því ekki ég að nota þau. Þannig að ég vildi fyrst segja að ég stend ekki frammi fyrir ykkur sem einhver sérfræðingur í barnauppeldi. Það oft leitað hins vegar til sálfræðinga til þess að koma með góð ráð handa foreldrum og minn einn prófessor við sálfræðideild og minn helsti mentor Sigurður J. Gretarsson skrifaði einu sinni grein sem heitir Góð ráð frá sálfræðingum sem að fjallar sérstaklega þetta og ég mæli með. En ég get sagt ykkur sem sagt hvað ég hef reynt að tileinka mér af veikum mætti og svona hvað ég hef lært af fagfólki og litteratúrnum það hvað skilaboð við getum veitt. Og ég held kannski að fyrsta sem gott að hafa í huga einfaldlega þetta, hvaða skilaboð erum við að senda börnunum okkar? Hvernig hrósum við til dæmis? Getur verið að börn taki hrósi okkar gott útlit og hvað þau séu sæt og svo framvegis þannig að þau þurfi að vera á einhvern hátt til þess að við séum sátt við þau. Og þetta eitthvað sem maður áttar sig yfirleitt ekki á, en maður getur hreinlega verið að gera. Ég hef staðið sjálfa mig að þessu, til dæmis. Við erum fyrirmyndir, hvort sem okkur líkar betur eða verr. Og það svona undir okkur komið hvort við viljum vera uppbyggilega fyrirmyndir eða slæmar fyrirmyndir. Og við vitum að það eru ýmsar rannsóknir úr ólíkum hornum sálfræðina sem benda til þess að við kennum börnum meira með fordæmi okkar en með orðum okkar. Þannig að það hollt að hugsa það. Hvernig fordæmi sýni ég? Hvernig lifi ég mínu lífi? Hversu áhersla mín á útlit farin að hafa ómikil áhrif? Eins og þetta dæmi þarna áðan, þarna fyrir fyrirlesturinn hjá mér, til dæmis. En svo mikilvægt, og þetta gerir maður ekki, þetta eitthvað sem að tekur tíma og kannski langt ferli, það að hvaða sambandi við erum í við börnin okkar. En ég held að sé mikilvægt að reyna að ræða opinskátt það hvernig barninu líður.
og þau ykkar sem eigið unglinga og börn vita að það ekki endilega þannig að unglingar séu alveg tilbúnir til þess að tala við ykkur þegar við erum rosa til og viljum setjast niður. Þannig að maður þarf að vera þolinmóður, held ég, og bíða eftir rétta tækifærinu. En þessar raskanir sem við erum búin að vera að tala þær þrífast í einangrun og skömm. Þannig að það mjög mikið sem foreldrar, forráðamenn og aðrir geta gert til þess að reyna að rjúfa einangrun sem börn lenda oft í. Og svo getur þurft að grípa inn í ef að vandinn virðist vera orðin alvarlegur og leita þá til fagfólks, eins og sálfræðinga sem hafa sérhæft sig í þessari röskun og tengdum röskunum og meðferð við þeim. Ég búin að vera að ræða áhyggjur sem að kannski við öll höfum af útliti, sumir reyndar mjög sáttir, en flest höfum við erum kannski ekki endilega sátt við okkar útlit, en flestir sættast á það og stundum verður þetta vanda, eins og ég hef lýst. En ég held þetta snúist ekki bara útlit, ég held þetta snúist að mjög miklu leyti það hvers konar samfélagi við viljum lifa í. Og þessar raskanir, eins og líkamsskynjunarröskun og átraskanir, þær þrífast í samfélagi sem byggist upp á samkeppni, stöðugum samanburði og einhvers konar ógn. Það er við þannig aðstæður sem að svona raskanir þrífast. En það þarf ekki að vera þannig. Og ég held að skilaboðin sem við sendum börnunum okkar geti haft mjög mikil áhrif og ég held að þetta byrji þar. Við getum hjálp, samvinnu og kærleika. Við getum sendt þau skilaboð að fegur getur verið alls konar og að önnur gildi skipti kannski meira máli. Takk ykkur fyrir. Má ég ekki taka fyrst eina sjálfu með? Það ekki? Án þess að útlit skipti mig máli eða eitthvað þannig. Já, þetta var frábært. Takk hérlega, Andri. Við höfum tækifæri til að ræða málin og það eru 2 hljóðnemar hér í salnum og já, hér fremst og aftast. Er fólk með spurningar til andra? Gerðu svo vel. Verður til að kynna þig bara svona stutt í upphafi? Já, ég heiti Ingunn, ég er PS-nemi í sálfræði. Mér langar að spyrja, heldurðu að þetta sé eitthvað að aukast með tilkomu samfélagsmiðla eins og Instagram sem gengur út á það að bara setja mynda sjálfur sér inn á? Já, mjög góð spurning. Þannig að spurningin er þetta aukast með tilkomu samfélagsmiðla? Það er ekki skýrt. Samfélagsmiðlar eru í rauninni tiltölulega nýtilkomnir. Það eru ákveðnar vísbendingar að algengi eða nýgengi líkamsskynjunarröskunar sé að aukast, en það er ekki alveg ljóst ennþá. Mig grunar að við munum komast að því smám saman að það hafi áhrif, svo sannarlega. Takk fyrir. Ég heiti Freyja og er dósent í sálfræði og vinn með andra. Takk fyrir frábært erindi. Mér langar svo að spyrja, við vitum að þú talar þennan þrýsting frá samfélaginu og skilaboð sem við sendum. En eru einhverjar vísbendingar að það sé einhverjar aðrar orsakir líka? Það sé ekki bara það. Þetta sé eitthvað við einstaklingin eitthvað annað sem getur orsakað að þetta gerist. Eitthvað annað en þessi skilaboð fegurðarstaðla. Já, eitthvað annað en svona félagslegar rætur. Takk fyrir góða spurningu, Freyja. Við erum í hópnum vinir Steinunar. Smá engahúmor afsakið. Já, það er alveg örugglega margþætt orsakamenn. Og við erum í rauninni bara svolítið að púsla saman þessum brotum. Við vitum að það eru margir aðrir þættir sem að hafa mikil áhrif. Fullkomnunar árátta, sem er kannski ekki frábært orð, en er til dæmis mjög áberandi. Þannig að það er ekki bara áhersla á fegurð og hún skiptir máli heldur að maður þurfa að vera rosalega nákvæmur.
og maður þurfi að gera hlutina algjörlega á einhvern einn hátt og það mjög erfitt að ná því. Þannig að það til dæmis ein svona breyta sem hefur skipt mjög miklu máli. Þannig að, og eins og ég sagði áðan, það sem sagt áhrif, við erum öll með þennan kvíða, svo að segja. Þú veist, hann eðlilegur að við höfum áhuga og kannski áhyggjur af útliti og félagskvíði hluti af því. En svo svona fræðimenn og vísindamenn deila svolítið það hvort það sé svona genetík sem að geti skýrt allavega hluta af þessu. Þannig að það séu ákveðnir einstaklingar sem séu líklegri til að þróa þetta með sér en aðrir. Þannig að það eru ýmsir þættir. Það eru þessi áfallasaga sem ég sagði áðan, ýmsir þættir sem geta komið fram í uppeldi eins og áhersla á smáatrið og gera hlutina bara ákveðin hátt og svona mætti áfram telja. En þetta ennþá svið. Það sem við eigum eftir að finna mörg púsl til viðbótar. Já, ég komið með hljóðnema, sko. Gummi Steingríms. Ég heiti Gummi Steingríms. Mér langar að spyrja þig út í bara ljótleikan. Ekki vegna þess að þetta þú. Nei. Þú ert mjög fallegur maður. En sko einhver ljótur? Hefur með öðrum orðum einhvern tíma lent í því að einhver með þessa röskun kemur og þér finnst það bara að vera ljótur? Til eitthvað sem ljótt eða ljótleiki? Góð spurning. Gummi, jú, mjög. Einhver ljótur? Ég átti í rosalega erfiðleika með þetta. Og ég sko í alvöru fór til þessara konu sem ég sagði ykkur, Katharine Phillips, og Pítur, ég orðin einhver sérfræðingur í fegurð hérna miðaldra hvíti kallmaðurinn, því að það var mitt starf að meta líkamshluta. Ég tek þetta að mér fyrir þau ykkur sem vita að meta líkamshluta svona og slæri oft í gegn á ásatíðum og svona. Ég svona þeim megin að mér finnst flest fallegt bara og en ég skal alveg segja að það hafa komið tilvik þar sem fólk hefur komið í þessa greiningu og maður bara, ég vona það sé ekki nefið, og svo það ekki nefið yfirleitt og það það sem svolítið magnað. Að það kannski eitthvað sem kannski líkamslíti eða, þú veist, og þetta eru mjög huglæg viðmið og maður veit ekki alltaf hvar mörkin eru. Það mjög sjaldgæft að þetta gerist, en það hefur gerst, en þá hefur það yfirleitt verið eitthvað annað sem fólk upptekið. Eins magnað og það Svarar það spurningunni? Já, takk fyrir. Það næst, Bjössi. Mér langar aðeins að spyrja þig, takk fyrir þetta góða erindi. Þessi röskun algengari meðal kvenna en karla? Já, en hún aðeins algengari. En það eitt af því sem hefur komið mjög mikið á óvart, hversu lítill kynjamunur Þannig að, og það dálítið merkilegt, því að flestar kvíðaraskanir og aðrar raskanir þá mjög mikill kynjamunur og konur eru algengari, eru líklegri til að hafa þær, til dæmis eins og þunglyndi og flesta kvíðaraskanir. En það mjög lítill kynjamunur og karlmennirnir sem eru með líkamskynjuröskun, þeir eru yfirleitt veikari en konurnar. Getið þið ímyndað ykkur af hverju það Þannig að það og núna þessa mundir herferðin karlmennskan í gangi. Þannig að það sko það síðasta sem þú átt að vera að hugsa eigið útlit og vera upptekin af því. En á sama tíma þá upplifir fólk að það, og karlmenn, og það hluti af þessari eitruðu karlmennsku, að þeir þurfa að vera einhverjir gerendur í að ná sér í maka og svo framvegis, og þá það að upplifa sig sem skrímsli þvílík hindrun og ógn, að þeir eru til dæmis líklegri til þess að leita sér meðferðar við þessum vanda en konur eru. Daniel? Já, Daniel, ég sem sagt smaður Andra og vinur líka, og vinur Steinunar. Þú myndist á í upphafi að fallegt fólk álitið betri manneskjur, skemmtilegra, greindara, fær betri störf, meiri tekjur. Og hvað mannst þetta? Og þetta sýnir rannsóknir, en spurningin hins vegar eru þau skemmtilegri, eru þau betri, eru þau greindari?
Mér fannst einhvern veginn svona eins og mér fannst það þyrfti að koma fram. Það væri kannski ekki svo. Þessar rannsóknir, þetta mjög góð spurning. Ég held að þær hafa ekki beinst sérstaklega því að mæla þetta. Ég myndi halda fyrirfram að þau væru það ekki endilega. En það sem gerist það að fólk bara, að það verður, þetta kallað halo-effekt í sálfræði, hvað orðið við það? Rosabugsáhrif. Annað þjált orð. Þannig að það eitthvað við að vera fallegur, þá sérðu það bara í algjörlega nýju ljósi. Og það ekki bara þannig að þú sjáir það þannig, heldur hafa rannsóknir sýnt að það breytir þér. Ef þú ert með fallegri mannesku, þá ert þú svo upprifin einhvern veginn og þetta. Þannig að það hefur áhrif, það mjög svona dýnamísk áhrif sem eiga sér stað. En ég ekki viss að manneskan sjálf sé endilega skemmtilegri. En það væri svona dálítið áhugaverð rannsókn að gera, held ég. Og kannski, já, það er ef að gera hana, Danni? Já. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja spyrja andra? En þú býður sem sagt, já, fyrirgefið, gerðu svo vel. Sæll, Ólafur, mastersnemi í sálfræði. Ég svolítið að spá að því að núna tengist þessi röskun rosalega mikið þinni líkamsímynd manns og þá kemur ósegrátt upp hugsunin átraskanir. Einhver vísbend eða einhver tengsl þarna á milli eða þá að þetta gæti þá þróast yfir í átraskanir seinna meir eða einhver svona litteratúr þetta til? Mjög góð spurning. Það mjög lítill litteratúr það og það svolítið merkilegt að þetta hefur verið svolítið í ólíkum hornum. Þessar rannsóknir á líkamskynjunarröskun annars vegar og átröskunum hins vegar. Við vitum að það mikill samsláttur þarna á milli. Fólk með átraskanir, við gerðum til dæmis eina rannsókn, nemandi minn Ásmundur Gunnarsson gerði rannsókn á hvítabandi í átröskunarteyminu þar og þar kom fram að konur sem eru fyrst og fremst með átröskun að 1/3 af þeim var með líkamskynjunarröskun sem ótrúlega hátt og þeir sem eru fyrst og fremst með líkamskynjunarröskun ekki jafn algengir, jafn líklegir til að hafa átraskanir en þetta eru tengdarraskanir og það sem tengir það fyrst og fremst þessi líkamsímyndarvandi að fólk í báðum röskunum sér sig á ólíkan hátt og hefur það til marks mjög margt. Það skiptir það mjög miklu máli. Hvort að svona langtíma rannsóknir hafa ekki fylgt held ég fólki eftir nógu lengi til að meta hvort að fólk með líkamskynjunarröskun þróar frekar með sér átröskun síðar á ævinni. Við erum með 5 ára eftirfylgd og ég veit ekki til þess að við höfum séð þannig tengsl en ég hef ekki kannað það sérstaklega en það mjög góð spurning og ég held að þessi tengsl geti verið alls konar. Þannig að oft til dæmis og tengsl við aðrar raskanir, þannig að þunglyndi þróast mjög oft eins og ég nefndi áðan í kjölfarið á líkamskynjunarröskun til dæmis og aðrar raskanir líka. Takk fyrir Andri og bara fyrir frábært erindi og frábær svör, mjög upplýsandi, mjög áhugavert viðfangsefni. Takk fyrir. Við höfum tækifæri hérna frammi og eftir að ræða málin frekar. Endilega. Og svo eru blaðamenn að hafa líka samband, vilja heyra í þér. En ég vil segja ykkur líka að, eins og ég nefndi hérna í upphafi að erindið tekið upp og það verður á síðu hi.is undir Háskólann og samfélagið og það best fyrir börnin, svo það hægt að horfa þetta áfram. Og svo vil ég líka geta þess að næsta erindi, það Freyja Birgisdóttir, dósent í sálfræði, sem fjalla læsi, hvernig má styðja við læsi heima, 17. apríl og ég bara býð ykkur að koma, þetta verður frábæri fyrirlestrar hingað til og ég hlakka til að heyra það erindi líka. Og bara takk ykkur kærlega fyrir komuna og þið sem eru að fylgjast með á netinu. Við vonum að þetta sé mjög gagnlegt en aðalatriði, Andri, takk fyrir frábært erindi. Takk fyrir mig. Kannski aðeins og stutt.